Kæru gestir, við erum samankomin hér í dag til þess að ræða raforkumarkaðinn og umgjörðina hann og hvernig við getum notað raforkukerfið okkar til þess að styðja við kraftmikla verðmætasköpun, en líka hvernig við getum tryggt heimilum og fyrirtækjum verðstöðugleika og fyrirsjáanleika þegar kemur að raforku. Og við njótum þeirra forréttinda, íslensk heimili, að búa við einhvern mesta raforku kaupmátt sem þekkist á byggðu bóli. Meira en tvöfaldan raforku kaupmátt á við það sem tíðkast til dæmis í Evrópusambandinu. Þetta er einstök staða og þetta gerist ekkert að sjálfu sér. Og hér í erindi Hauks áðan var ýmsum grundvallar spurningum varpað upp og ég ætla að víkja að nokkrum þeirra hérna á eftir og hlakka til að ræða þessa spurningar líka í pallborðinu hér í dag. En mér langar kannski aðeins áður en lengra haldið að tala stóriðju. Ég held núna þegar stóriðjan er að ganga í gegnum ákveðnar hremmingar og verða fyrir ytri áföllum að það sé við hæfi að við stöldrum aðeins við og veltum fyrir okkur þætti stóriðjunar í kerfinu sem við höfum byggt hérna upp. Árið 1965 stóð ríkisstjórn Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar stjórnin svokallaða, á tímamótum í efnahags- og atvinnumálum. Það er þá sem lagður var grunnur að stóriðju stefnunni. Þetta var heillaskref, þetta var góð stefna fyrir Ísland og við getum verið þakklátt þeim sem ýttu stóriðju byltingunni úr vör, þeim sem stofnuðu Landsvirkjun fyrir 60 árum til þess að virkja orkun okkar, þeim sem löðuðu hingað erlent fjármagn og fyrirtæki, stóra og örugga langtíma kaupendur að orku frá nýjum stórvirkjunum sem var algjör forsenda þess að þessar virkjanir risu yfir höfuð. Á þessum tíma var Ísland lítið, tekjulágt, dreifbýlt ríki, raforkukerfið hérna var brotakent. Það þurfti kjark til þess að segja við ætlum að virkja og við ætlum að virkja stórt og við ætlum að gera það þannig að arðurinn renni til þjóðarinnar. Svona var Landsvirkjun til, fyrirtæki í okkar eigu stofnað með skýr félagsleg markmið að nýta orkuna í almanna þágu. Það sem hefur stundum gleymst í umræðunni er að uppbygging stóriðju á Íslandi og uppbygging raforkukerfisins, þetta er ekki einhverjar tvær aðskildar sögur, þetta eru ein og sama sagan og þetta er saga samlegð. Búrfellsvirkjun var reist til þess að knýja álverið í Straumsvík, vaxandi eftirspurn frá því og svo tilkoma járnblendi framleiðslu á Grundartanga. Þetta kallaði á framkvæmdir eins og Sigölduvirkjun, Hraunæjafossvirkjun og svo þurfti að leggja raflínur, tvist og bast, Norðurál á Grundartanga kallaði á enn frekari styrkingu flutningsinnviða og svo næru þetta stóriðjusagan hámarki með stærstu virkjana framkvæmdum Íslandssögunnar á Austurlandi sem færðu landshlutanum orkuöryggi sem fólk hafði ekki þorað að láta sig dreyma Allt þetta kallaði á að byggt væri upp sterkt, samtengt flutningsnet háspennulína, enda gera stórnotendur kröfu hámarks afhendingaröryggi og eftir því sem þróuninni vatt fram var spennustig hækkað og aflgetan margfaldaðist. Nú eru tvítengingar afhendingarstaðum alland beinlínis orðnar að opinberri stefnu stjórnvalda og Landsnets og þetta eru kröfur sem eru til þess fallnar að jafna aðgang landsmanna að öruggu rafmagni og jafna þannig búsetu skilyrði á Íslandi. Þetta er jafnaðarstefna par excellence. Krafan örugga orku til stóriðju hefur verið lykillinn að stórkostlegri uppbyggingu raforku framleiðslu allt land og líka lykillinn að því að skapa hringtengt flutningskerfi á Íslandi. Þetta er samhengi hlutana og við skulum hafa þetta samhengi í huga þegar talað er stóriðjuna eins og einhverja orkusugu sem sé til óþurftar að ræna einhvern veginn orku frá heimilunum. Það er einmitt stóriðjan sem hefur gert fjármögnun og uppbyggingu þessa sterka raforkukerfis eins og við þekkjum það mögulega. Hún hefur verið lykil þáttur í að tryggja þennan raforku kaupmátt, þennan gríðarlega raforku kaupmátt almennings sem ég talaði hérna Hver einasta framkvæmd vegna stórnotenda, hver einasta virkjun, hver einasta lína hefur verið hluti af stærra verkefni að gera Ísland að einhverju örugasta, stöðugasta og hreinasta raforku samfélagi heims. Við skulum vera stolt af þessari sögu
En nú ætla ég að hætta að lofsyngja stóriðjuna áður en þetta verður skrítið. Mér fannst þetta bara viðeigandi í ljósi stöðunar og í ljósi umræðunar í samfélaginu. Og mér finnst mikilvægt að það komi fram mjög afgerandi skilaboð frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra stuðning við stóriðju á Íslandi. Yfirskrift þessa fundar í hvað á orkan að fara. Þetta spurning sem ég heyri rosalega oft. Ég heyri hana oftast frá einhverjum sem vilja helst sem allra minnst virkja og stundum velti ég fyrir mér á móti hvað það eiginlega sem fólk hefur svona miklar áhyggjur af því að orkan kynni að fara í? Hvaða atvinnugreinar eru það sem fólk vill alls ekki að fái orku? Þetta svona kannski það fyrsta sem kemur upp í hugan þegar þessari spurningu varpað fram. Vegna þess að ég held að almennt sé orku ráðstafað með svona frekar skynsamlegum hætti á Íslandi. Það sem orkufyrirtækin hljóta að huga að fá gott verð fyrir orkuna og þar hefur nú Landsvirkjun aldeilis bylt sinni starfsemi með hertum kröfum hæsta verð fyrir orkuna, sérstaklega frá því svona eftir hrun. En það sem orkufyrirtækin huga auðvitað líka að dreifa áhættunni og vera ekki að setja öll eggin í sömu körfuna og svo auðvitað þegar svona áföll dynja yfir þá kemur líka í ljós hvað það getur verið góð viðskiptaákvörðun að forgangsraða orku til almennings. Almenningur og almenni markaðurinn einhver öruggasti kaupandi líka. Svo það stjórnvalda að marka atvinnustefnu. Að gefa skýr skilaboð það hvers konar atvinnulífi við viljum helst ýta undir á Íslandi. Við handstýrum þess ekki og það ekki eins og í gamla daga að stjórnmálamenn sitji með vindla og ákveði í hvað lánsfjármagnið eigi að fara eða í hvað orkan á að fara, en við getum beitt ýmsum tækjum og tólum ríkisvaldsins til þess að móta og styðja við ákveðna atvinnustefnu og þar eiga stjórnvöld í mínum huga ekki að sitja með hendur einhvern veginn fyrir aftan bak og láta bara Hörð Arnarsson sjá að móta atvinnustefnuna. Stjórnvöld eiga einmitt að taka skýra afstöðu og það það sem við erum að gera í ríkisstjórn. Við erum að móta atvinnustefnu þar sem kannski framleiðni aukning svona rauði þráðurinn. Og þar leggjum við upp með að vöxtur í hagkerfinu á næstu árum eigi sér að verulegu leyti stað í atvinnugreinum með háa framleiðni og að við ýtum undir aukna framleiðni í þeim atvinnugreinum sem eru ekki með háa framleiðni í dag. En það sem við hljótum að vilja gera að skapa góð og vel launuð störf. Við hljótum að vilja afla útflutningstekna og selja hávirðis vörur og þjónustu, af því þetta algjör lykill að því að við getum rekið sterkt velferðarþjóðfélag til framtíðar. Og það augljóst í mínum huga að margt af því sem við hljótum að vilja ýta undir kallar á stór aukna orkuframleiðslu, hvort sem við erum að tala landeldi, einhverja aðra matvælaframleiðslu eða matvælastóriðju, rafeldsneytisframleiðslu, gagnavers, iðnað, gervigreindar, iðnað og þess vegna skiptir líka mjög miklu máli að stjórnvöld tali skýrt og setji sér trúverðug markmið aukna raforkuframleiðslu og þá þarf líka rammaáætlun að taka mið af þeirri stefnu og þetta einmitt ég var einmitt að koma með inn í þingið frumvarp sem lítur að nákvæmlega þessu að stjórnvöld setji sér töluleg markmið orkuframleiðslu til 10-20 ára og að rammaáætlun taki mið af þeim markmiðum. Að sama skapi skiptir máli að það sé mörkuð skýr eigendastefna fyrir opinber fyrirtæki eins og Landsvirkjun og að eigendastefna ríkisins tali saman eða sé ágætu samræmi við atvinnustefnuna og svo raforkuframleiðslu stefnuna. Og þá kannski víkjum við aðeins að stóru spurningunum sem var hér veltu upp og við ræðum svo í pallborðinu. Það á að vera fullkomlega skýrt og það kemur skýrt fram í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar, Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins að á kjörtímabilinu verður ráðist í lagabreytingar til þess að tryggja forgang heimila og almennra notenda raforku. Þetta mál sem ég sett á oddinn síðan ég kom inn í ráðuneyti. Við byrjuðum á því að klára loksins löggjöf að heimili og mikilvægir samfélagsinnviðir njóti forgangs þegar allt komið í skrúfuna, þegar það ríkir raunverulegur raforku skortur og þegar það þarf að grípa til skömmtunar að þá séu ákveðnar meginreglur forgang heimila og mikilvægra samfélagsinnviða bundin í lög.
Og við afgreiðslu þessa frumvarps þá sendum við líka skýr skilaboð með því að lögfesta að viðráðanlegt verð sé hluti af skilgreiningunni á raforkuöryggi. Núna erum við að fylgja þessum lagabreytingum eftir í samstarfi við Landsnet og raforkueftirlitið með setningu orkuöryggis viðmiða og með því að smíða hermilíkan til þess að nota við stýringu og ákvarðanatöku. Þetta skiptir máli vegna þess að Landsnet spáir því að það séu meiri líkur en minni á eiginlegum raforkuskorti á næstu árum. Og með hliðsjón af þessu fól ég líka raforkueftirlitinu að greina sérstaklega drifkrafta hækkandi raforkuverðs og mögulega tilfærslu raforku af almenna markaðinum til stórnotenda og nú hefur raforkueftirlitið í samráði við ráðuneytið tekið upp það verklag að vakta sérstaklega raforkunotkun stórnotenda og bera saman árlega orkunotkun þeirra við samningsbundið orkumagn í samningu viðkomandi á sama ári. En framundan eru stærri lagabreytingar sem miða að því að tryggja forgang almennra notenda að raforku í samræmi við stjórnarsáttmála og þá ég að tala um breytingar sem ætlað að girða fyrir það sem var talað um hérna í erindinu áðan, að heimili séu beinlínis látin keppa við og geti orðið undir í samkeppni við stórnotendur orku. Og hér þurfum við að vanda til verka. Þetta tekur tíma. Þetta ekki eitthvað sem maður hristir fram úr erminni, af því við verðum að gera þetta vel. Og það kemur ekki til greina að koma inn í þingið með frumvarp sem bara hleypir öllu upp í háa loft. Við verðum að ná sáttum þetta, við verðum að vera búin að útfæra mismunandi leiðir og koma inn með breytingar sem við getum staðið með og sem verða raunverulega að veruleika á fyrri hluta þessa kjörtímabils. Og við höfum tíma núna þegar það slaki í raforkukerfinu og það sem meira það í raun búið að tryggja meira og minna orku inn á almenna markaðinn út árið 2026. Þannig að við höfum tíma til að gera þetta vel og við ætlum að nota þann tíma. Ég hlakka til umræðunar hér í dag. Eins og ég fór yfir þá eigum við mjög sterkt raforkukerfi, sérstakt raforkukerfi sem í raun ólíkt öllum öðrum raforkukerfum í heiminum og við verðum að vera gríðarlega meðvituð um það þegar við erum að gera breytingar á lögum og regluverki orkumarkaðarins. Og þetta eru sameiginleg gæði sem verður ekki til af sjálfu sér og verður heldur ekki viðhaldið nema með virkum aðgerðum stjórnvalda og vökulu auga stjórnvalda og þá þurfum við að muna söguna, muna hvernig þetta gerðist allt saman og byggja á því sem hefur gefist best. Takk fyrir.